Lára fer á jólaball eftir Birgittu Haukdal. Lára er ósköp venjuleg stelpa sem finnst gaman að prófa sig áfram og læra eitthvað nýtt. Besti vinur Láru er Bangsi sem hún fékk þegar hún var pínu lítil. Hann heitir Ljónsi. Lára tekur Ljónsa með sér hvert sem hún fer. Á milli þeirra ríkir alveg sérstakt samband. Lára er til dæmis eina manneskjan sem skilur Ljónsa og veit hvað hann er að hugsa. Mamma, ég fékk kartöflu í skóinn. Lára tekur kartöfluna úr skónum og hleypur fram. Mamma er í óðaðun að ryggsuga og taka til og pabbi stendur sveittur við að skreyta jólatréð. Hvað segirðu, Lára mín? Fékkstu kartöflu í skóinn, segir pabbi hissa. Já, segir Lára svegt og sest við sófaborðið. Fékk Dagur eitthvað í sinn skó? Já, hann fékk mynd til að lita, svarar mamma blíðlega og slekkur á ryggsugunni. Af hverju fékk ég kartöflu í skóinn en ekki Dagur, segir Lára pirruð og kastar Ljónsa og kartöflunni á bak við sófa. Lára mín, var hann ekki stilltur í gær og duglegur að fara að sofa? En hvernig var það með þig? Varst þú kannski svolítið óþekk? Saði mammina rólega. Lára leggst á gólfið og hugsar sig um. Mér fannst ég ekkert óþekk, eða minnst okkur ekkert mjög óþekk, sagði hún hikandi, leið og hún rifjaði upp gærkvöldið. Hún var kannski svolítið leiðileg við litla bróður þegar hún braut kubbatörnin hans viljandi og svo neitaði hún að borða kvöldmatinn af því að það var sami maturinn og hafði verið í skólanum í hádeginu. Já, svo fór hún líka í mjög mikla fílu þegar mamma vildi ekki gefa henni eitthvað annað að borða og reyndar neitaði að opna munnin til þess að busta tennurnar. Það var kannski ekki mjög falleg hegðun, hugsaði Lára. Dyrabjallan hringir og Lára hleypur til dyra. Þar stendur Atli, besti vinur hennar sem býr í næsta húsi. Hæ Lára, eigum við að vera samferða á jólaballið? Já, alveg rétt, ég var búin að steingleyma því, sagði Lára og kallaði til mömmu. Það er jólaball í skólanum í dag. Ég veit, Lára mín, 2:00, svarar mamma. Já, við getum alveg farið saman. En ég var búin að lofa að dansa við Júlíu og Nínu. Þarf maður að dansa, spurði Atli hissa. Já, eiginlega, þetta er náttúrulega ball, svaraði Lára. Ég er kannski ekki alveg viss hvað ball er, sagði Atli. Á jólaballi hittast krakkar og foreldrar og þau syngja saman jólalög og dansa í kringum jólatréð. Það þýðir samt bara að við leiðumst og göngum í hringi í kringum það. Stundum koma góði gestir í heimsókn. Í fyrra kom gulrótun úr ávaxtakörfunni og söng með okkur. Atla léttir greinilega við að heyra þetta. Lára býður Atla inn að leika og sækir Ljónsa og kartöfluna á bak við sófan. Fyrirgefðu kallinn minn, þetta var alveg óvart, sagði hún lágt og lagar úfið hárið á Ljónsa sem er alveg steinhissa. Lára ætlar að fara á ballið á nærfötunum, spurði Atli. Nei, auðvitað ekki. Ég var að vakna og er ekki búin að klæða mig. Ég er bara svo svekkt yfir því hvað ég fékk í skóinn. Fékkst þú eitthvað? Spurði Lára. Já, ég fékk geggjaðan blýant með fótboltastrókleðri, sagði Atli glaður og sýndi Láru. En þú? Nei, jú, ég fékk kartöflu, sagði Lára vandræðilega. Kartöflu, endurtekur Atli forviða. Af hverju fékkstu kartöflu? Ég var svolítið óþekk í gær, svaraði Lára og knúsar Ljónsa. Ljónsi nýtir tækifærið og hvíslar einhverju að henni. Þetta er bara hugmynd, Ljónsi, Atli. Ljónsi, hann leggur til að við eldum kartöfluna. Mér finnst nefnilega kartöflu góðar stappaðar með smjöri, sagði Lára spennt. Krakkarnir fara fram í eldhús og biðja mömmu að sjóða kartöfluna. Mamma setur hann í pott með vatni og lætur þau vita þegar kartöflan er tilbúin. Lára sækir smjör, disk, hníf og 2 gafla. Krakkarnir vanda sig við að skera heita kartöfluna í bita. Þau setja síðan stóra smjörklípu ofan á og stappa saman. Namm, sagði Atli. Annarkvort er þetta alveg sérstök jólakartöfla eða ég var bara orðið mjög svangur. Lára og Atli ákveða að skrifa jólasveininum bréf og þakka honum fyrir kartöfluna. Þau skrifa líka að þau ætli að vanda sig alveg sérstaklega þessa síðustu daga fyrir jólin að vera jákvæð og skemmtileg. Þau teikna síðan fallegar jólamyndir á umslagið og Lára nær í ilmvatn frá mömmu og sprautar á það. Hvað ertu að gera? Spyr Atli hissa. Gátt að þegar kemur í nótt. Hann elskar góða lykt, sagði Lára ánægð með sig. Lára setur bréfið í skóinn og segir svo Atla að drífa sig heim því að nú þurfi þau Ljónsi að undirbúa sig fyrir jólaballið. Lára klæðir sig í spariföt og gerir Ljónsa fínan. Svo greiðir mamma hárið á Láru og setur í það fallegan snúð og bindur slaufu.
Börnin streyma inn á jólaballið. Sum koma með foreldrum sínum eða með ömmu og afa og önnur í fylgd með eldri systkinum eða frændfólki. Lára litast eftir Júlíu og Nínu og veifar til þeirra þegar hún sér það í hnipri undir borði. Hæ stelpur, þið í feluleik? Shhh, segir Nína og togar í Láru. Við erum að njósna jólasveinin. Ha, hann hér? Spyr Lára sem sér engan jólasvein. Nei, en hann lítur að fara að koma, sagði Nína ákveðin og horfir í kringum sig. Berglind kennari fer upp á svið og býður alla velkomna og segir þeim að koma sér fyrir í kringum jólatréð þar sem að nú sé komið að því að syngja og dansa. Krakkarnir leiðast hönd í hönd og ganga jöfnum skrefum hringinn í kringum jólatréð og syngja hástöfum. Í miðjulaginu jólasveinar gangum gólf heyrist kalla í fjarska, hó, hó, hó. Hann kominn, segir Nína og stekkur af stað. Lára spennt, en hún kvíðir því líka að hitta jólasveinin. Hvað ef hann segir nú öllum krökkunum frá kartöflunni? Lára togar í mömmu og segist vera þreytt og hún vilji fara heim. Mamma skilur ekkert í henni. Nei, Lára mín. Dagur svo spenntur að hitta jólasveinin. Við getum ekki farið strax, sagði mamma blíðlega. Lára faðmar Ljónsa þétt að sér og grúfir svo ofan í hann. Hún lokar augunum og ímynda sér að jólasveinin sjá hann ekki. Blíðulegur jólasveinn fer upp á svið og kynnir sig hátt og skýrt. Komið þið sæl börnin góð, ég heiti Gluggagægir og nú ætlum við að syngja saman. Lára fær sting í magan. Mamma, var það ekki Gluggagægir sem kom til okkar í nótt? Jú, var það ekki, sagði mamma og lyftir Degi á háhest svo hann sjái betur. Lára hleypur til Atla sem stendur fremst við sviðið. Hann fylgist vel með pókanum sem að jólasveinin með. Atli, þetta er hann, þetta er jólasveinin sem kom í nótt, hvíslar hún. Kom þessi með kartöfluna, spyr Atli spenntur. Já, segir Lára lágt. Ég skal spyrja hann af hverju þú fékkst hana. Jólasveinn, jólasveinn, kallar Atli. Nei, hættu, þú þarft ekki að spyrja hann. Ég veit alveg af hverju ég fékk kartöflu í skóinn, sagði Lára skömmustuleg. Gluggagægir syngur hástöfum með krökkunum og sveiflar pókanum til og frá. Börnin dást að þessum góðlega og skrýtna karli. Nú komið að uppáhaldsslaginu hans Ljónsa, segir hann og blikkar Láru sem skilur ekkert í þessu. Hvernig veit Gluggagægir hvað Ljónsi heitir og hvaða jólalag hann að tala um? Í skóginum stóð kofi einn, syngur Gluggagægir og gerir handarhreyfingar með laginu. Krakkarnir syngja með og herma eftir honum. Þegar lagið búið, sest Gluggagægir á sviðið og biður krakkana að fara í röð, því að hann með svolítið handa þeim í pókanum sínum. Þau skríkja af spenningi þegar jólasveinninn réttir þeim litla póka með mandarínum og gúmmíböngsum. Þegar kemur að Láru, tekur hún hálsinn á jólasveininum og hvíslar svo að enginn heyri nema hann. Fyrirgefðu hvað ég var óþekk í gær. Gluggagægir brosir blíðlega til Láru og faðmar hann að sér. Vina mín, við getum öll ruglast aðeins. Ég veit að þú ert að reyna að vanda þig. Gleðileg jól, segir hann svo hlýðlega og réttir Láru póka. Lára tekur við pókanum og þakkar fyrir sig, en svo ákveður hún að rétta Gluggagægi pókan aftur. Hvað ert að gera, Lára? Spyr Atli hissa. Þú mátt gefa Grýlu pókan minn, segir Lára glöð í bragði. Segð henni að hann sé jólagjöf frá mér. Lára finnur fyrir yl í hjartanu. Það svo notaleg tilfinning að gefa. Gluggagægir brosir blítt og segist glaður færa Grýlu gjöfina frá Láru. Þegar börnin hafa sungið svo litið lengur og dansað í kringum jólatréð jólaballið á enda og tími til komin að halda heim. Mamma býður Atla, Nínu og Júlíu að labba heim með þeim og fá heitt kakó og lagköku sem að pabbi bakaði í morgun. Það líst þeim vel á. Þau kveðja foreldra sína og klæða sig í útifötin. Á heimleiðinni segir Lára krökkunum hvað þau Gluggagægir töluðu um. Gafstu Grýlu nammipókaðinn? Hvernig þorðirðu því? Sagði Nína hissa. Mér langaði bara að vera góð. Það nú að koma jól, sagði Lára feimin. Mér fannst þetta mjög fallega gert hjá þér, sagði Atli sem stoltur af vinkonu sinni. Þú mátti eiga minn póka með mér. Krakkarnir hlupu í snjónum og kasta snjóboltum hvert í annað. Dagur situr eins og kóngur á sleða sem að mamma dregur á eftir sér og fylgist með krökkunum. Þegar heim komið, býðst Lára til að passa litla bróður á meðan að mamma þeytir rjóma og hitar kakó. Krakkarnir setjast í hring á gólfinu og rúlla bolta á milli sín. Dagur hæst ánægður með athyglina frá krökkunum sem nenna sko ekki alltaf að leyfa honum að leika með.
Gjörið svo vel, kallar mamma úr eldhúsinu. Krakkarnir setjast við borðið og gæða sér á heitu súkkulaði og gómsætri lagköku. Takk fyrir að bjóða okkur heim. Þessi kaka er æðislega góð, sagði Atli og tekur stóran bita. Takk fyrir mig, segja stelpurnar í kór. Mamma, viltu kannski breyta þessu í jólasparikakó, segir Lára og brosir til mömmu. Já, það er góð hugmynd fyrir svona flotta krakka, sagði mamma og brosir. Hún sækir sykurpúða og kökuskraut og stráir yfir bollana þeirra. Skál í jólakakói!